Nú við erum hérna með nokkuð dæmi á þessari blaðsíðu. Ég ætla að horfa dálítið á dæmi 6106, A-lið og B-lið, en líka dæmi 6108 og 6109. Það er dæmi hér. Ok, byrjum á 6106. Þar eru fyrirmælin: finndu hnit hornpunktana í A-lið, þríhyrningnum og B-lið í ferhyrningnum. Byrjum á þríhyrningnum. Taktu eftir með hérna x-ásinn að hér stendur 0, 0, krossin hérna það sem ásætni hittast, að til þess að fara á 1 hérna á x-ásnum þá þarf ég að fara 2 kassa. Það þýðir að hérna á milli er 0,5 eða hálfur. Þannig að þegar ég tel út x-ásinn þá er þetta 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 og svo framvegis. Sama gildir með e-ásinn, hérna upp og niður. Að frá 0, 0 og upp í 1 þá þarf ég að fara 2 kassa. Þannig að þetta er hálfur, þetta er 1, 1,5, 2, 2,5, 3 og svo framvegis. Nú, við skulum finna punktinn A í þríhyrningnum. Byrjum að telja þá til vinstri sem þýðir að ég er að fara mínusmegin á x-ásinn. Ég tel þá hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ég fer 5 til vinstri til að fá punktinn A. Það þýðir að í A-ritinu hérna með merkt hvítu kemur x-gildið -5. En hvað þarf ég að fara langt upp til að fara í punktinn A? Þá tel ég hérna frá x-ásnum hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5. Þá skrifa ég 2,5 hérna fyrir y-gildið. Og taktu eftir, þetta er til margar kommur hérna. Ef að talan hér á x-inu eða y-inu er brotintala, sem sagt komma eitthvað, þá ger ég venjulega kommu hérna á tölunni, en komman á milli x og y er þá gerð með semikommu. Þar sé að punkti og striki niður. Þessi semikomma skilur á milli x-gildisins og y-gildisins. X-ið er -5, y-ið er 2,5 og semikomman skilur á milli. Nú, við skulum þá finna punktinn B sem er hér. Við teljum frá 0, 0 og yfir til vinstri og það veit hann til að það er -5 líka. Þannig að x-gildið á gula B er -5. En núna þarf ég að fara niður og hve mikið? Við skulum þá telja hálfur, 1, 1,5. Y-gildið er þá -1,5. Og ég nota semikommu til að skilja milli x og y vegna þess að við erum með brotna tölu hérna á y-inu. Þá skulum við finna punktinn C. Teljum frá 0, 0 og yfir í vinstri, hálfur, 1, 1,5. Ok, 1,5 til vinstri, það þýðir að x-ið er -1,5. Og við þurfum þá að telja niður og það er 0,5, gera hér, 0,5, 1, 1,5. Og að því að telja niður, það þýðir að y-gildið er -1,5. Þannig að hér er x-gildið, semikomma á milli og hér kemur y-gildið. Þá skulum við snúa okkur að B-liðnum sem er þessi ferhyrningur. Þá erum við með punktinn P. Hann er á undan í stafrófinu, undan hinum bókstofunum. Þannig að við skulum merkja hann. Þá teljum við hérna og við þurfum að telja frá 0 og til hægri og það er þá 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,
4,5 til hægri og það x-gildið. Nú þarf ég að fara upp hálfan, 1 og 1,5. Þannig að hér ég komið með punktinn P, x-gildið 4,5 og y-gildið 1,5 og semikomma skilur á milli vegna þess að við erum með brotna tölu bæði í x-inu og y-inu. Þá skulum við finna bókstafinn Q. Hvar hann stattur? Jú, hálfan til hægri, það þýðir x-ið 0,5 pluss, en y-gildið hálfur, 1, 1,5. Þannig x-ið 0,5, y-gildið 1,5. Semikomma á milli. Þá skulum næst finna bókstafinn R. Hann hér. Þá teljum við hálfur, 1, 1,5, 2. Og hann fer hvorki til vinstri eða hægri sem þýðir að x-gildið 0 og y-gildið þá niður 2 eða -2. Nú S-punkturinn þá, teljum hann frá 0, 0, hálfur, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. 4 til hægri, þannig að x-gildið 4. Og hversu langt niður? Jú, hálfan, 1, 1,5, 2. Og að því að fyrir niður þá y-gildið -2. Þannig ég búin að gefa punktunum A, B, C og P, Q, R, S gildin, þar þess að tölurnar fyrir þessi hnit. Þá skulum við snúa okkur að dæmi 6108 og 6109. Byrjum á 6108. Ég á merkja inn í hnitakerfi punktana A, B, C og D. Og ég þá teiknað hérna hnitakerfi. X á sín á að koma fyrst og ég merkt hérna ör og X hérna á hægri partinum. Og Y á sín kemur lóðréttur upp og þarna hef ég merkt ör uppi og Y efst uppi. Bara að merkja hvað X og hvað Y. Nú, við skulum merkja þessa punkta A, B, C og D. Byrjum á A. 4, 2. X-ið 4, Y-ið 2. Ég fer þá hérna í 0, 0 punktinn og tel 4 til hægri, 1, 2, 3, 4 og 2 upp af því það Y-ið, 1, 2. Hér punkturinn A merktur með rauðu. Við skulum þá merkja punktinn B. Þar X-ið -1 og Y-ið 3. Ég fer þá í 0, 0 punktinn hérna, fer 1 til vinstri af því það -1 og 3 upp af því það +3. 1, 2, 3. Hér punkturinn B merktur með rauðu. Þá skulum finna punktinn C. Þar X-ið -2 sem þýðir ég að fara til vinstri og Y-ið -4 sem þýðir að við erum að fara niður 4. Förum hérna 1, 2 til vinstri og 1, 2, 3, 4 niður og hér þá punkturinn X. Og hann merktur með rauðu C. Þá skulum finna punktinn D. Það X-ið 3 og Y-ið -3. X-ið +3, ég fer þá til hægri, 1, 2, 3 og ég á að fara niður 3, 1, 2, 3 af því að Y-ið -3. Hér búin að merkja punktinn D. Þá skulum við kíkja á dæmi 6109. Þar við að finna punktana P, Q, R og S og ég merkt þá hérna með bláu P, Q, R og S. Við skulum merkja þá inn í hnitakerfið. Punkturinn P 4,0. X-ið 4 sem þýðir ég að fá 4 til hægri en að því Y-ið 0 þá ég hvorki að fara upp eða niður. Ég fer sem sagt þá í 0, 0 punktinn til 4 til hægri en ég fer hvorki upp eða niður. Þá merki ég punktinn P akkurat á X-ásnum í punktinn 4,0.
Kíkjum á punktinn Q. Hann í x-gildinu 0 og y-ið 5. Ég fer þá hvorki til hægri eða vinstri af því x-ið 0, en ég fer 5 upp. 1, 2, 3, 4, 5 og ég merki hérna Q-punktinn akkurat á y-ásnum í þennan reit. Þá skulum við kíkja á punktinn R. Hann -3, 0. Ég fer þá -3 til vinstri, en hvorki upp eða niður af því y-ið 0. Þannig ég fer 3 til vinstri, 1, 2, 3, en hvorki upp eða niður. Þannig að þá bara punkturinn R akkurat þarna á x-ásnum. Kíkjum þá á punktinn S. Þar x-ið 0, þannig að ég fer hvorki til hægri eða vinstri, en ég fer niður 1. Þannig ég fer hvorki til hægri eða vinstri frá 0-punktinum, ég bara akkurat þar, nema ég fer 1 niður. Bingo! Hérna punkturinn S og ég merki hann hérna á y-ásinn.